Formaður fjárlaganefndar segir að ráðherra og stjórn Bankasýslu ríkisins verði að hafa það í huga að ráðning Páls Magnússonar í starf forstjóra kunni að skaða trúverðugleika og traust fólks á Bankasýslunni. Ráðning Páls Magnússonar í starf forstjóra Bankasýslu ríkisins fyrir rúmum 2 vikum hefur víða verið harðlega gagnrýnd. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis kallaði ráðninguna hneyksli á þingi í síðustu viku, en áður hafði stjórnarformaður Bankasýslunnar varið ráðninguna í kastljósi. Páll hafi einfaldlega verið hæfastur. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir ráðninguna ekki snúast hæfi Páls Magnússonar. Málið snýst það að hann mjög nátengdur einkavæðingu bankana á sínum tíma og að því leyti tel ég ráðningu hans ákaflega óheppilega. Nú eru það ekki alþingismenn sem ráða og reka fólk hjá ríkinu, það hlutverk framkvæmdarvaldsins. Og ráðherra og stjórn Bankasýslunnar verða að hafa það í huga að þessi ráðning kann að skaða með mjög alvarlegum hætti trúverðugleika og traust fólks á Bankasýslu ríkisins. Páll var aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra 1999 til 2006 og hefur unnið fjölmörg trúnaðarstörf fyrir Framsóknarflokkinn. Þetta mál allt hið förðulegast. Ég fæ ekki skilið hvernig þetta tengist Framsóknarflokknum. Þetta stofnun á vegum fjármálaráðuneytisins, þar sem að formaður Vinstri grænna ráðherra. Formaður stjórnar Bankasýslunnar krati, það enginn Framsóknarmaður þarna í stjórn. Ég vissi ekki einu af þessu máli fyrir en ég heyrði það í fréttum, þannig að hvernig hægt að tengja við flokkinn skil ég ekki. Við hljótum að álykta sem svo að maðurinn hafi verið ráðinn ekki vegna þess að hann var Framsóknarmaður heldur þrátt fyrir að hann Framsóknarmaður. Nokkrir mótmælendur komu saman við Bankasýsluna í dag og afhentu þar uppsagnarbréf stílað á nýráðinn forstjóra stofnunarinnar Pál Magnússon. Tilgangurinn var að mótmæla ráðningu Páls. Þorsteinn Þorsteinsson, stjórnarformaður Bankasýslunnar, vildi í dag ekki tjá sig það hvort Páll myndi hefja störf sem forstjóri stofnunarinnar. Fram kom í fréttum í gær að Páll myndi ekki taka við starfinu vegna andstöðu stjórnarflokkana á Alþingi. Þorsteinn sagði í morgun að stjórnin hefði málið til skoðunar með hliðsjón af þeim viðbrögðum sem ráðningin hefði fengið og myndi funda málið á næstunni.